Hermann, leiðin út í heim, á þessari fallegu bókakápu þá sjáum við að þetta kunnugleg fígúra sem að detta hérna eins og út úr bókinni. Þetta Palli var einn í heiminum, ef ég skjáttast ekki. Jú, ég ánægður með þessa bókakápu sem Ragnar Helgi Ólafsson gerði eftir minni forskrift og jú, hún gefur einhverja vísbendingu innihaldið. En þú ert samt að skrifa Palla sem var einn í heiminum. Ég að skrifa mann sem var einn í heiminum, sem er einn í heiminum, vaknar og er einn í heiminum. Þetta sjálfstætt verk sem svona, jú, vísar alveg í annað verk, en þetta fjallar einsemd og það að vera einn í heiminum. Ég held að manneskjan hafi einhverja svona náttúrulega hvöt til að vilja finna einhvern stað þar sem hún er ein, en svo getur það verið kannski óbærilegt ef hún er alveg ein, en þessi maður vaknar og er einn í heiminum og fer út í heim til þess að svona leita að hinu fólkinu, einhverju. En þetta stundur svona eins og tilbrigði við stef sem við þekkjum. Minn jafnvel á svona kammermúsík þar sem að sama stefið unnið svona einhvern veginn í mismunandi myndum. Jó, þetta variasjónir en fara út í sína einn áttir og stefnir að öðrum enda kannski. Ja, þetta svona, jú, ég hefur alltaf langar til þess að ég lengi hugsaði þessar bók og svona melt hana með mér og brætt og mér var alltaf langar til að hef lengi einhvern veginn gert atlugur að henni, langar til að sé Palli var einn í heiminum fyrir fullorðna. Og það er nú heldur ekkert víst að í bókinni sé Palli barn, sko, hann er alveg gæti alveg verið fullorðinn. Hann er eiginlega svona fullorðinn eða svona fullorðinn með barn inn í sér eins og allir fullorðnir eru, annarkvort lifandi eða dái barn inn í fullorðnum fólki. Sko, það eru þarna stórar tilvistarlegar spurningar, en svo í aðra röndina finnst mann þetta vera eins og svona bókmenntalegur leikur með bara talsverður gáska. Já, ég held að sé engin alvara án einhvers gamans og öfugt. Og jú, það eru einhverjar stórar spurningar í þessu bók sem eru það að vera einn andspænis heiminum og vera í heiminum eða í samfélagi eða ekki í samfélagi. Þessi maður er náttúrulega ekki í neinu samfélagi og þar með maður komin á eitthvað svið einhverjar einsemdar sem kannski eru orðin sjálfgæfir í okkar samfélagi. Við erum alltaf með einhverju öðru fólki og með eitthvað annað fólk á skjánum og með öðru fólki í samfélagsumræðu og kannski ekki finnum aldrei eina stað þar sem við erum alveg einn, sem þetta manneskjan þrái, einhvern afkimi þar sem hún er einn. Við finnum aldrei eina stað þar sem við getum virkilega svona leitað á okkur sjálfum eða fundið einhvern samhljóm eða jafnvægi milli ytri heims og innri heims. En jú, þetta er ég reyni að hafa gaman, það er leikur. Leikur er dauðans alvara. Þú ert farin að gefa út hjá Sæmundi á Selfossi. Já, ég er gríðarlega ánægður það er mikið sál í því forlagi. Það er forlagi með sálina núna, held ég.